Og við höldum áfram hér í föstudagsþættinum og ég kom með góða gesti í sófann og einn í stól meira þess að. En það eru nýir þáttastjórnendur í þættinum að austan sem að hefja loksins göngu sína á ný núna bara uppstigningadag ætlum við að fara með fyrsta þáttinn í loftið. Þau eru komin hérna, Dagur Skírnir, velkomin. Steinunn og Eyrún Hrefna, velkomin. Og hvernig leggst þetta í ykkur? Þetta starf. Því þú tala í við eins og sé heilt tríó með eina rödd. Mér persónulega spila á þetta, svo ég tali fyrir mig. Já, mér líka ótrúlega vel. Algjörlega, mjög spennandi. Þekktustu eitthvað áður en að ég svona hnippti í ykkur? Við Eyrún erum búin að þekkjast frá því að hún var ábyggilega bara einstaksskömmul eða eitthvað álíka. Þannig. Hérna erum bæði frá Borgarfirði. Borgarfirði eystri, já. Og við kynntumst í crossfitinu bara fyrir rúmu ári síðan eða eitthvað svoleiðis. En þekktust þið? Hvernig var það? Nei, við erum sameiginlegar vinkonur. Já, við sem að hvori annarri. Það eru örugglega margir sem halda að allir á Austurlandi þekkist að þetta sé svo lítið samfélag, en þetta er sko ekki lítið samfélag. Landfræðilega er þetta alveg rosalega stórt. Hvernig sjáu þið fyrir ykkur bara að dekka þetta landsvæði? Fyrir að fyrst held ég að það er bara ógeðslega gaman. Já. Að fá að fara Austurland, bara tækifæri. En ég held að við erum ekki nefnum vandræði með það. Þetta eru samgöngur alveg, það eru samgöngur Já, það eru vegir og svoleiðis, sko. Vegir og göng og alls konar. Já, akkurat. En þetta er alveg frá Vopnafirði og niður á Djúpavog. Já, stórt svæði. Stórt svæði. Og ofboðslega fjölbreytt. Nú erum við á N4 búin að sinna þessu svæði, má segja, Gísli Sigurgeirsson, hann byrjaði í Glettum 2012. Og svo tók við þátturna austan 2016, þannig að þetta er orðið mörg ár. Og bara, þetta er svo spennandi og það sem er svo gaman er að sjá hvað er mikið áhorf á þessa þætti. Er það ekki smá pressa á ykkur? Pressa eða hvatning bara? Já, ég held það. Þú veist, það ýtir á kannski bara á okkur að reyna að gera þetta almennilega, held ég. Já. Við erum nú ekki að fara að bregðast fólki. Nei. Sko, þú veist, hafið ólík áhugamál, hvernig það er að nálgast fólkið? Já, ég er náttúrulega með svona þjóðfræði bakgrunn, þjóðfræðingur og þannig að minn áhugi er náttúrulega líka þar. Já. Svo... Ég er mjög mikið í útivist og í hestum og öllu svona tengdu dýrum og þannig. Og ég er bara svona einhver samfélagsgaur, áhuga á alls konar. Íþróttum náttúrulega mikið. Ég get ekki fyrir að reyna að ljúga eitthvað það, sko. Nei, ég hef sem margir verið líka mjög glaðir að fá svona íþróttaumfjöllun. Þannig að það er í raun og veru bara eins og við erum að gera á N4, það er allt samfélagið undir, sama hvað þú ert gamall og hvað þú ert að fara. Aldur og öll kyn. Og öll kyn. En erum við ekki bara eitt mannkyn? Jú, segir það. Samt sem áður. Já, og hvernig, nú eru tökur að fara að hefjast og svona og þið eru búin að liggja svona yfir hugmyndum og öll sveitafélagin 7 eru svona með mikinn áhuga á þessu og koma að þessum á svona ýmsum hætti. Þau allavega eru mjög áhugasöm að fá ykkur í heimsókn, það veit ég. Og er eitthvað svona sem brennur, hvað verður fyrsta verkið? Eru þið búin að hugsa fyrsta innslagið? Hvernig sé? Það er ekki alveg kannski búið að ákveða, en... Nei, mér langar bara kannski að demba mér í djúpulaugina og taka upp eitthvað sem ég hef enga þekkinga og við sem ég þekki ekki neitt. Ég er svolítið að reyna að hugsa út fyrir kassan akkúrat í augnablikinu. Fara kannski alveg norður eða alveg suður. Já. Spennandi, kannski ásvæði sem, það er þetta með gestsaugað, ég er eins og að horfa svolítið á þig. Já, einmitt. Ég er búin að búa hérna í tæplega 2 ár, kem að sunnan. Þannig að það er svolítið skemmtilegt að fá að kynnast þessu svæði sjálf á meðan maður er að kynna það fyrir öðrum. Já, af því kannski kemur þú með öðruvísi vinkil, ég held ekki að þið gerir það, en þú veist það er eitthvað annað af því gestirnir sjá hlutin öðruvísi. Já, eitthvað sem ég finnst ótrúlega áhugavert sem er bara hversdags hlutur fyrir. Ég veit það ekki. Gaman að því. Og svo að hrista ykkur saman, það verður sjálfsagt alveg heill dagur í það, eða hvað? Já, ég held að þú veist, já, ég hef engar áhyggjur af því, það er ekki neina áhyggjur af því. Nei, og það er sko, ég er nú oft spurð að því og ég efast að þið, ekki að þið eftir að vera spurð að því líka, þetta er endalaust hægt að finna umfjöllunarefni á svona, litlu svæði, litlu staði, fámennu eða eitthvað. Ég held að á kortir aðan hefur við fengið 10 hugmyndir, sko, þannig að það er ekkert standamál. Það er svo mikið af áhugaverðu fólki og áhugaverðum hlutum í gangi hérna. Sögum. Já,
Þetta er ekkert vandamál. Nei. Og svo kannski líka bara hvetja fólk til þess að hafa samband við ykkur. Já, algjörlega. Já, og ekki eftir á, ekki þegar viðburðirnir eru búnir. Nei, helst ekki. Það er svolítið, og það er ekki að trana sér fram þó maður hringi. Maður verður svo þakklátur þegar maður fær góðar ábendingar. Akkúrat. Sumt passar og það og annað ekki og svona. En hvernig er nú að vera fyrir framan myndavélina? Hvað, við erum búin að fá 5 mínútur hérna. Þetta venst bara. Já, kannski er triksið bara að muni ekki eftir þeim og mögulegt. Er það ekki? Þannig að það á bara að setja í gírinn og það er náttúrulega, þau eru að vinna með ykkur hérna sem eru kallaði tókarnir, það er að segja Heiður, Ósk og Hjalti og það er náttúrulega fólk með mikla reynslu að hlýtur að nýtast ykkur vel að fá svona. Við erum mjög ánægð með það að þau séu með okkur í þessu. Við vitum í rauninni ekki neitt, sko. Við erum öll bara glæný og höfum enga reynslu Hafið þið nokkra reynslu, nokkuð ykkar? Nei, ekki þannig, sko. Ég hef gert eina heimildamynd, en ég hef ekki verið fyrir fram að myndavél samt. Nei, En ég hef tekið viðtal við Dag, til dæmis. Hvaða heimildamynd gerði? Ég er nú svolítið spennt. Hún fjallar utandeildar knattspyrnulið Ungmennafélags Borgarfjarðar. Já. Það er óhætt að mæla með þeirri mynd. Já, varst þú í henni? Já, ég skilji. Það var semst lokaverkefni úr master í hagnýtri menningarmiðlum. Já. Og þú ert að kafa náttúrulega bæði í íþróttum og ert að kenna hérna í menntaskólanum? Ég er að kenna í menntaskólanum, já, og er eitthvað að reyna að skipta mér að íþróttastarfi líka hérna í bænum. Gengur það er nóg að gera. Já, gengur bara mjög vel. Já. Og ert þú svolítið á hestbaki og í crossfit? Já, alveg bara á kafi í hestum og crossfit og svo er ég að kenna spinning og með 2 hunda og bara alveg. Þannig að fólk áttar sig á því að þetta er kannski ekki fullt starf sem þið er að fara að taka að ykkur, en þetta er hellingsvinna Já, til að byrja með kannski allavega og svo venst þetta. En þessi 7 sveitafélög, þið eru alveg með þau á hreinu, ég ætla nú ekki að láta ykkur þylja þau. Nei, en það er líka kannski bara tilgangurinn með svona þáttum. Hver finnst ykkur að hann ætti að vera? Bara kannski kynna ekkert síður Austurland fyrir þá sem búa ekki á Austurlandi og hérna sína að það er fullt tækifæri hérna. Ég minnst þetta gerast. Já, algjörlega. Vissir þú, hvaða mynd hafðið þú til þess að Austurland áður nú fluttir? Vá, ég hafði eiginlega bara enga mynd og enga skoðun. Ég bara flutt hingað og fór út í óvissuna. Langaði bara að prófa eitthvað nýtt. Já. Og bara, Austurland er bara fyrir mér einn fallegasti partur af Íslandi. Já, segðu það bara. Fallegasti. Fallegasti parturinn af Íslandi. Já, ég tek nú undir að náttúran er dásamleg. Og þið sem komum frá Borgarfirði Eystri, það er náttúrulega, sumir segja að það sé alveg perlan, en það eru bara fullt af perlum. Fáum við ekki örugglega að sjá eitthvað svona alveg óvænt frá okkur? Jú. Er það ekki? Til lofum alveg bóka. Og tónlist og myndlist og mannlífið alveg. Og hvað ég hlakka til. Alls konar rugl bara. Bara innilega velkomin borð hjá okkur á N4 og bara gangi ykkur sem allra best. Takk fyrir það. Við höldum áfram til smá stund.